verið heldur betur velkomin og verið sæl, kæru vinir og vandamenn. Nær og fjær. Hvernig var þetta? Þetta var einhver lengsta kveðja sem ég hef heyrt. Ég er alltaf að reyna, þú veist, prófa okkur nýjar. Þetta var bara flott. Þannig ég segi ekki alltaf það sama. Já, alltaf bara hæ. Já. Já. Hæ, sælir kælir. Nei, við erum hérna mættir aftur. Jú, betur. Þennan fallega föstudag. Og eins og alltaf ætlum við að ræða ferðalög, áfangastaði, ferðaráð, ferðasögur, eitthvað skemmtilegt. Já. Og það sem við ætlum að taka sérstaklega fyrir í dag er hvorki meira en að minna en Asía. Vá. Já, það er heimsálfan Asía sem að Stærsta og fjölmennasta heimsálfu í heimi. það er eiginlega ótrúlegt að við ætlum að reyna að covera eitthvað að viti í einu þætti. Já. En við ætlum að gera okkur besta, eins og alltaf. Og þú veist, Asía er allt bara, skilur þú ert alveg, getur verið í Tyrklandi í Asíu og svo Úsbekistan, Já. Kína, Japan, Filipseyjar, þetta er allt bara Já. öll flóran. Já, þetta er bara alveg, frá Miðausturlöndum bara til, bara til Ástralíu, já, Kyrrahafsins. bara alveg hinum með, þú veist, Asía er risastór. Við ætlum að reyna eins og í þessum þáttum sem við erum að taka þessar heimsálfur fyrir, að reyna að stikla á stóru, gera okkar besta með það og Asía er í miklu uppáldi hjá okkur báðum. Já, ég held að það sé alveg örugt að segja það. Og ég held bara mjög mörgum yfir höfuð. Asía it has it all og þú veist, svona breið og fjölbreytt eins og við erum að koma inn á, sko. Já. Hann er Bara örugg, þægileg, þetta er svo næs svona fyrsta stökk. já, fyrsti áfangast, það er ótrúlega erfitt líka að alhæfa heila. Já, vissulega. Asía er flott, allstaðar, samkvæð. En svæðið sem við ætlum að taka fyrir ákveðin lönd sem eru kannski hvað vinsælust, Já. svæðin og afturrengarnar sem eru vinsæl þar, sem við höfum að sjálfsögðu líka gert, en svo langar okkur aðeins að fara eins og alltaf, þið þekkið þetta orðið, inn í þessi svona ekki eins fjölförnu svæði. Ótróðnar slóðir. Mér finnst það skemmtilegt, förum ótróðnar slóðir. Já. Þessi staðir sem við ætlum að tala um í dag er reyndar allt mjög tróðnar slóðir, en bara svona kannski staðir sem að koma ekki fyrst upp í hugan hjá fólki. Já, ég gleymi aldrei líka þegar ég gerði svona ferð fyrir par og þau vildu fara til Mongóliu. Já. Ég hef einu sem gert það. Það er ótróðnar slóðir. Já, það er alveg með sanni segja. Já, það er geðvögt. Já. Það er fullt af stöðum í Asíu sem eru þannig. Og þú búin að koma inn á og varst í fyrsta þetta og sagði eitthvað frá því og varst í Jórdaníu fyrra, það er í Asíu. Já, Jórdaníu og Úsbekistan og við ætlum ekki að fara í eitthvað svoleiðis bull kannski, en kannski eitthvað svona aðeins aðgengilegra svona fyrir flesta. Fyrir flesta. Já. Við erum ekki eins og fólki flest. Nei, svo það. En ég ætla samt að byrja að ég segja þér nokkrar staðarindir Asíu. Ég var búin að gleyma þið. Já, ég líka, en ég myndi það. Skemmtilegt. Ég er með 5 svona staðarindir. Þú veist, ekki fakttjekka þetta því að ég veit ekki, en þetta er samt staðarind. Þá að koma með það í podcasti. Sko, fyrsta staðarindin, það hafa kannski einhverju heyrt þessa og ég held að þú hefur heyrt hana. Og þú varst náttúrulega um daginn í Singapúr. Yes, sir. En í Singapúr þá er bannað að selja tyggigúmmí nema það sé í læknisfræðilegum tilgangi. Hvað ætti það að vera? Ég veit ekki, það Nú er ég ekki læknisfræði menntuð, það er einhver atvik þar sem þú þarft að fá skrifað upp á tyggjá í Singapúr. Króníska hella? Mögulega. Ég veit það ekki. Já, en þú getur semst fengið háa sekt fyrir að vera með tyggjó og ég hugsa, heldur þetta sé ekki eitthvað svona tengt hreinlæti líka, eitthvað svona rust? Jú, það var mjög hreint í Singapúr og það fara allir yfir götunni yfir gangbraut. Já. Og ég spurði dræverinn okkar sem var að keyra okkur eitthvað og hann var bara, þú getur fengið sagt fyrir að fara yfir götu, ekki yfir gangbraut. Og ég var bara svona, Þetta er svipað og ég hef heyrt í Dubai. Þetta er svona sama, allir svona fylgja reglunum, svolítið svona strangar sektir. Já, en þau þekki ekkert, þau eru bara svona, það er engin eitthvað svona, þetta er svo strangt, ég þarf að finna gangbraut. Þau gera það bara. Einmitt, alla heimafólkið. Já, við vorum alltaf eitthvað að fara að hlaupa yfir, svo var ég allt svona, er eitthvað að fylgjast með eitthvað, þú veist. En einmitt ég svo enga með tyggjó og hvergi gátu við keypt svoleiðis. Ok, en þetta er satt. Já, þetta var skemmtilegt. Herðu, ok, þá kemur næsta, hún er svolítið flókin, en á Filipseyjum, tilviljun, þú varst líka þar. Ég var líka þar. Já, ég er ekki að djóka, þetta var tilviljun. En á Filipseyjum þá má finna risastórt stöðuvatn sem heitir Tal,
sem merkilegt fyrir þær sakir að á vatninu eyja og á þeirri eyju annað stöðuvatn. Þetta sem sagt eyja á vatni sem á eyju á vatni. Skilurðu? Ég held ég að sé eitthvað svona TikTok. Já, svona, þetta til. Svona aerial mynd svona frá loftinu, svona gling, og kannski á vatninu á eyjunni, á vatninu kannski önnur lítil eyja. Kannski sker. Já. Vá, ég fór ekki og skoða þetta. Nei, þetta er líka eitthvað voða hættulegt eldfjallarna rétt hjá, þannig að ég veit ekki. Heyrðu, ég fekk nú viðvörun og þegar við vorum í Filippseyjum, bara eitthvað svona, það mögulega að fara að gjósa hér, eða eitthvað svona, það mögulega að koma jarðskjálfti og við vorum bara, eitthvað, það var kom ekkert sko, en það er greinlega svona active þarna. Já, þau eru víða. Já. En já, þetta er svolítið skemmtilegt. En næsta staðreind að á eyju í Indonésiu búa Komodo-drekar. Þú hefur kannski heyrt þá. Þeir eru kallaðir Komodo-drekar, en þeir eru náttúrulega eðlur samt í rauninni. Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki eins og drekinn í Shrek, skiljum. Nei. En þeir finnast þess að hvergi annars staðar í heiminum heldur en á þessari eyju og eru mjög áhugaverðar skepnur vegna þess að kvenkynsdrekar geta fjölga sér án þess að makast við karlkynsdreka og 10% af mataræðinu hjá þeim eru aðrir Komodo-drekar. Þannig að þeir eru að borða sína eigin tegund. Já, finnst ekki áhugaverð? Þetta er náttúrulega mjög skrítin dýr. Já, þeir eru mjög skrítin dýr. Þetta er bara stærðin á þessu, þetta er bara svo hundur. Þetta er eðla. Þeir eru ógeðslega stórir. Já. Og já, þetta sem sagt og hvað, eru þeir bara spooky með sæði og egg inn í sér og eru bara í dag ætla ég að saman þetta og hendi afkvæmi? Ég veit ekki, það allavega stóð bara eitthvað svona að kvenkyns dýrin eiga að geta stopna nýja, þú veist, hvað maður segja, nýlendu eða eitthvað svoleiðis, þú veist, nýtt svona sér. Já, bara án þess að kallarnir séu að hjálpa. Það væri, veistu, það væri sniðugt. Já, þetta er skrítið. Jú. Ok, næsta. Í Víetnam má finna stærsta náttúrulega helli í heiminum sem heitir Song Dung. Afsakið framburðin. Hann svo stór að þú kæmir yfir 40 farþegaþotum inn í hann. Ó já, þannig stór. Já, hann alveg bara risastór og inn í honum sko frumskógur og á og hann svo stór að það bara, hann með sitt eigið veðrakerfi. Þú veist, inn í hellinum. Hæ? Já, þetta er galið. Nei, þetta er galið. Komst að því hvar hann er? Nei. Það var reyndar, þegar ég fer aftur til Víetnam, þetta er eitthvað sem ég var til að sjá. Þetta er bara eins og eitthvað svona avatar dæmi. Þetta er crazy og ég held, sko, ef ég ekki ruglað saman, þá held ég að það er allavega einhverju hellar í Víetnam, það er ekki langt síðan þeir voru fundnir. Nei. Þú veist, ég fór í eitthvað svona helluskoðun í mjög stóran helli, ég held að það ekki verið nákvæmlega þessi, en það var alveg bara svona, já, nýlega þannig séð búið að finna hann, sko. Pældi í þessu. Hvað að gera? Já, það er enginn að skoða neitt. Nei, þetta er galið. 90% af sjónum er bara eitthvað. Já. Við vitum ekki neitt. Nei, en það er búið að finna þennan. Herðu, síðasta að í Japan þá talið kurteisi að södra á núðlum eða svona núðlusúpum. Af því ef maður að södra þá finnst manni maturinn vera góður. Ég held að vera að rópa eftir matinn. Já, mögulega líka, en ég get alveg válsa fyrir þetta því að þegar ég var í Japan fólk var að södra alveg á fullu. Af því að mér var alltaf kennt hérna heima bara þegar ég var alast upp að þetta væri mjög mikil dónaskapur. Já. En þarna fór maður og var bara okkur veitingastöðum og fólk var bara þú veist bara hér að borða. Smá ASMR. Já, þetta var ASMR fyrir ykkur. En þetta var í alvörinu svona. Það sem fólk var bara með núðlurnar bara að já, þetta var erfitt fyrir mig. Þú þolir ekki búkljóð. Nei, þetta var mjög erfitt. Já. Og bara svona hljóð sérstaklega er bara og mér finnst bara eins og smjatt hljóð svona já. En þetta er bara að tala um kurteisi. Það var fínt að vita þetta. Japan. Já. Ég man bara því að ég var í grunnskóla, þetta er ekki að hafa þetta eftir mér eitthvað með að rópa sig kurteisi en eitthvað, það var talað eitthvað svona, þú veist, þegar maður rópaði eftir mat eitthvað, það var bara, það er eitthvað svona, þá var svona eitthvað pæling, eitthvað svona, ef við værum í Japan, þá var ég bara að segja að maturinn hefur verið góður og þú veist, maður skrítin rödd. Kína. Já. Mögulega var það, ég maður ekki. Þetta alveg verið líka. En ég get allavega vátsað að þetta er satt sko með södrið því að ég hef verið þarna og horta á fólk södra á fulli. Og það er bara svona kórminninga því að það var erfitt fyrir þig. Já, það var erfitt. Ég skilja mig vel. En maturinn samt mjög góður, þannig að já. Mér langar svo til Japan. Já.
það bara, það er svo áhugavert land, það allt svo áhugavert sem að þar. Já, við ætlum að taka það fyrir hérna í svona hvað er vinsalast í Asíu. Japan hefur náttúrulega verið alveg vinsælt núna náttúrulega lengi, en mér er svona sérstaklega núna undanfarn ár og aukast rosalega mikið. Ég held að það sé líka bara út á svona menningunni, þú veist, sem þar svona pop culture líka, þú veist, mikið tónlist og bíómyndir, þú veist, þættir og allt þetta. En já, ég get alveg sagt þér að þetta er frábært land, sko. Já. Það er svo margt svona, hvernig segir maður, svona quirky, þú veist, það er svo margt svona sérkennilegt í Japan eitthvað. Það er ótrúlega svona, þú getur fundið bara allan fjandann, þú veist. Ég veit að það er orðið svona aðeins algengar í dag að þú veist, það séu svona kattakaffihús eða eitthvað svoleiðis, en bara svona ef þú hugsar það og svo 10 svona skrýtnara, þá er það í Japan, skilur við. Já, okkur sé þetta svo fyrir mér. Mér finnst líka bara Japan með sína eigins menningu, það er bara japansk menning og bara matarmenning og eitthvað neginn, þú veist, það vita allir hérna bullet train í Japan og landslið, japanska landslið, bara, þú veist, eftir hérna fótboltaleiki og bara klefin eins og enginn hafi komið þar inn og þeir eru bara ganga frá og brjóta saman búninga og þú veist, það er enginn eins og Japanir. Nei, þau eru brjálæðislega svona kurteis og svona hugsa mikið náungan, sko. Já, bara sjúklega klár líka, þú veist, það er mikið svona nýjum uppfinningum og nýtt svona Japan er svo hvað segir maður? Framúrstefni, ég ætla að segja eitthvað svona framsækið land eða svona. Já, það er svona sem er líka alveg smá sérstakt við að þetta er svo mikið mix af eitthvað svona ógeðslega nútímalegt, þú veist, eins og Tókíó, bara svona allir robotarnir og þetta sem er alveg í alvörunni til, skilur. En svo líka á sama tíma rosalega mikil svona menning, þú veist, svona gömul saga, mikið af svona flottum gömlum byggingum, trúarbröðin eru ótrúlega áhugaverð, þau eru með svona sín eigin trúarbröð, þú veist, þannig að já, þetta er ándjóks einstakt land, sko, það er ekkert eins og Japan. Nei, það er engin eitthvað svona staðgengill sem að maður er eitthvað svona, ef þú kemst ekki allir til Japan núna, hvernig var að fara að þanga í stað, þú veist, það er eitthvað svona, það er bara Japan og Japan er svona, þú veist, svolítið langt í burtu, það er ekki kannski verðlagt eins og Philips segir á Thailand eða Vietnam, þú veist, það er svona nær okkar verðlagi, þú veist, þannig að það er ekkert eitthvað hlaupið að því endilega að fara til Japan. Nei. En þegar maður er komin þangað, þá er mjög þægilegt að ferðast sko. Lestakerfið er mjög gott. Já, og líka, þú getur verið að skíða upp í norður Japan og svo getur verið bara í Okinawa á ströndinni, skilur að kafa í tropical, þú veist, þetta er alveg svona, ég held að fólk átti sig ekki á því hversu svona diverse. Já, margbreytilegt. Já, margbreytilegt. Byrja ég að enskusletta. Já. Ég er frá námskeið, nennar að kenna mér. Sko, en ef við byrjum á byrjuninni, sko, með hvað er vinsalast í Asíu. Ég held að við værum alveg svona sammála hvað kemur fyrst fram í hugan. Og þú veist, Thailand. Já, það er alltaf Thailand, sko. Það er alltaf það fyrsta einhvern veginn sem að mörgum dettur í hug. En við erum svo sem búin að fara svolítið yfir það. Já, strákarnir hérna Curly FM, Arnar og Jakob náttúrulega komið til okkar og þeir voru þar núna í janúar. Já, þannig að við erum svona aðeins búin að fara kannski yfir, viljum maður kannski ekki eða miklum tími í þessum þætti að tala um það þegar við erum svona svolítið búin að ræða það og eigum kannski eftir að ræða það ennþá meira. Já, alveg pottþétt. Já, þannig að en svona eftir Tælandi, hvað finnst þér þá koma fyrst upp í hugan? Sko, eftir að fólk er búið að segja Tæland og fara til Tælands, þá myndi ég segja Vietnam. Já, Vietnam. Það er svona líka rauðarleið, það er náttúrulega nálægt Tælandi og ódýrt og það er smá svona líka einstök menning svona eins og Japan, þú veist, það er svona vietnamískur matur. Já, geggjaður matur. Og já, það er svona ekki alveg, ég veit ekki, það er típist svona hefðbundiland en samt svona aðeins öðruvísi heldur en einhvern veginn Laos, Thailand, Kambodja, Philips, skilur, af því það er svona Vietnamese. Já, það er rosalega það er sko, það sem ég hugsa alltaf einhvern veginn þegar ég var í Vietnam, bara allar vespurnar og mótorhjólin. Umferðin. Rosalega mikil mótorhjóla umferð. Mér fannst það samt skemmtilegt. Ég fílaði þetta alveg, sko. Ég fór í eitthvað svona mótorhjólaferð og mér fannst það æði. Mér fannst, sko, fyrst þegar ég fór yfir götu, þá var ég bara
Nei, Já, ég hafði enga það er trú að scary. ég var að fara yfir götuna á lífi. Svo er þetta að fara að vera svona pínu sport. Já, Og ég var farin að vera svona að fylgjast með lókalum í kringum mig og ég var farin að vera bara, ok, bara eins og ég væri bara eitthvað Super Mario leik, bara, Já, bara ögra þeim. Já, ég var bara komin í eitthvað svona gýr að fara Já. yfir götuna og Það er alveg mission. bara, þú labba bara, þú er bara að labba beint og bara, þeir verða bara að keyra fram hjá þér og Já. þetta er ekkert þau eðlilega stoppa ekki nema þau séu alveg að fara að kera þig, sko. Já. Já. En mér varst það geggja. Mér varst Vietnam mjög svona líflegt og svona, þú veist, það var mikið aksjón alltaf, en samt náttúran líka æði, þú veist, hún er líka Já. ótrúlega svona, Fólki er svo krútlegt. já, mjög næs. Þau voru öll svo, það er svo, mér finnst mikið hérna í Suðaustur-Asíu allavega, það sem ég hef verið mikið, það eru allir svo glaðir. Já, það er ótrúlega glöð, Og svona- ótrúlega viðkonuleg og Já, hjálpsöm. maður var bara, þau voru bara takk fyrir að koma og ég bara svona, ég fæ bara takk fyrir að hafa mig. Já. Það er svo eitthvað ótrúlega vingjarleg og Já. einmitt, maturinn var sjúklega góður, það er ótrúlega ódýrt. Já, það er mjög ódýrt. Ég var alveg, þú veist, ég var búin að vera í Tælandi þarna áður þegar ég fór til Vietnam á sín tíma og ég var bara, vá, Tælandi er alveg frekar ódýrt og næs og fór til Vietnam og ég var bara, Já, hér er enn ódýrara. það er enn ódýrara, sko. Það er alveg, já, það er geðvegt. Mér bara, já, Vietnam er líka bara með þetta allt, þú veist, það er allt annað að vera í norður Vietnam heldur en söður. Að því það er svo ótrúlega langt land, þú veist, það getur alveg bara verið kalt uppi í norðrinu á meðan þú getur verið bara á ströndinni í söðrinu, Já. sko. Einmitt. Og einmitt mikil sagastríðið, Vietnamstríðið, þetta er svona, þú veist, það er alveg eitthvað fyrir alla líka í Vietnam, bæði, þú veist, bakbókaferðalög og bara eins og fjölskyldur, Já, fullt af góðum ströndum og alls konar svona Klálega. hægt að gera og sjá. klálega, sammála. En ég, Sko- ég skil alveg okkur. Já, ég En- dýrka Vietnam. Ég skil sko meira okkur fólk er frekar að fara til Vietnam heldur en Tælands. Ég veit ekki af hverju. Nei. Ég er svona, myndir þú segja að Tæland geti verið að skríða í Tenerife, Asíu? Já, er það ekki alveg, jú, er það ekki. Þú veist- En ég skil það samt líka, skilur það Já, er bara, öðruvísi Já. næs, Mhm. öðruvísi frí, þú veist, eitthvað svona, en það er bara eins og, þú veist, það er ekki, eins og svæðinu í Tælandi þess að þú getur bara farið í go-kart með krakkana og svo hérna Vassarnbrautargarðinn og eitthvað svona, þetta hljómar og svo bara tenni fjölskyldu eitthvað, en þú ert actually í Tælandi. já. Minnum þetta í Vietnam. Vietnam er ennþá svolítið svona bara, Já, það er alveg, já, það er vinsælt en það er samt einhvern veginn svona aðeins, öðru sig. já, en ég skil rosa mikið báða staði, sko. Já. Þeir eru sjúklega, Ég hugsa samt bara einhvern veginn þegar ég hugsa svona hvað er vinsælast í Asíu og hvað vilja allir gera og virkar alltaf, þá myndi ég hugsa, held ég, Bali á eftir Tælandi. já. Bali er alveg up there, sko. Það er alveg svona, já, það er líka, sko, ég veit um að segja þetta öll löndin, en þetta er líka mjög fjölbreytt. En þeir eru svo stór, eins og nú sem við Bali. Bali Já. er ein eyja í Indonésiu, þú veist. Og eins og, Pínlítil. já, hún er pínu pons, þú veist, þannig að og fólk er að fara til Bali sem ég skil, af því að þar er þægindin og þar er allt svona gert fyrir, þú veist, kannski ferðamannin aðeins meir. Þú veist, þannig að við erum vissulega að velja lönd eða svæði, en það er þetta að gera svo margt. Já, mér finnst bara Bali, ég held að ástæðan fyrir það sé alltaf vinsælt er bara að það er einmitt lítið en það er samt ótrúlega fjölbreytt og það virkar fyrir allar ferðir, þú veist, það er geðveikt Já. sem bara bakbókaferðalag, þú veist, staður ótrúlega mikið, þú veist, eins og maður fer bara á Gili Travangan eða eitthvað svona Í kring staði, svona. já, þú veist, það er bara geggjað og Canggu og eitthvað svona, þú veist, það er hægt að fara að surfa þar í eitthvað surfkamp og eitthvað, þú veist, það er bara draumur í svona bakbókaferðalög. En svo getur þú fara líka bara í eitthvað svona luxus, þú veist, brúðkaupsferð eða eitthvað svona honeymoon, skilur, það Já. er bara geðveikt á Bali, sko. Hentar ógstlega vel líka því að það er svo góðu tími þar yfir sumarið, margir náttúrulega farið það yfir sumarið og eitthvað svona. Þannig að og svo getur þú farið í fjölskylduferð, þú veist, bara fara að golfa eða eitthvað og svo getur þú farið í, þú veist, luxus yoga retreat, eitthvað svona, það er allt hægt að finna þarna, sko, bókstaflega. Þetta er smá eins og Phuket í Tælandi. Já, en samt alveg svona svæði. Já, en samt alveg hægt að finna staði þar sem er ennþá svona alveg stutt í, þú veist, menninguna og náttúruna og eitthvað svona, þú veist, þannig að þó það séu vissulega alveg mjög busy strendur líka, að þá held ég að séu alveg hægt að finna svona meira authentic staði, sko. Já, Ef maður er tilbúin að fara svona aðeins út fyrir, kannski. mér fannst hérna á Bali, gatnakerfið. Já, Oh my god, hverjum datt það í hug? já, Fyrir þá bara, ef einhver hefur áhuga á að vita hvað ég er að tala um, googla kort af Bali og skrollaði svona sjáðu
meðfram strandlingjunni fara göturnar allar upp, skilur þannig að þú ert ekkert að fara meðfram strandlingjunni bara einni götu, heldur þarft að fara upp þessa, finna yfir næstu og þetta bara svona skrítnasta gatnakerfi sem ég ævi minni séð, og ég man þegar ég var á Bali og ég var bara eitthvað svona, mér finnst þetta eitthvað voðalega flókin og skrítið svona hvert ég að fara, mér var svona erfitt einhvern veginn að rata og ég gleymi ekki, ég byrjaði að vinna þarna, ég skoðaði korta þessu fyrst sinn, þá var ég bara sniðugt, hvernig datt þetta í hug? Oh my god. En það líka, fun fact með Bali, bara segja, skoða korti göturnar eru bara þvers og kruss eitthvað út allt og það er enginn að pæla þegar þau byrjuðu að byggja þetta. Nei. En sjúklega góður áfangstaður. Já, þetta er alveg svona it has it all, sko. Það er enginn að fara að vera svikinn einhvern veginn þarna, þú veist, að því að það er saman hvort að sækjast í, þú veist, það er alveg allt í boði, sko. Já, svo nefnilega eins og við erum að tala þú veist, þessi svæði eru það er hans meiri ferðalangin og meiri fólk og svona, það er ekkert mál að taka bát yfir á Gili eða fara á Komodo Island eigina eða fara þú veist, eitthvað svona, Indonesia huges, þannig að þú getur alveg fara á Bali og svo langar í eitthvað aðeins meira tranquility og það sem er ekki bara eitthvað fullt af fólki kannski eins og high season, þú veist það er ekkert mál að koma sér á eitthvað aðeins minni staði það er í kring. Nei, einmitt, það er fullt af eiginmann í kring sem eru miklu svona minna heimsóttar, sko og þú getur bæði komist einmitt þangað með bát eða jafnvel tekið stutt innanlandsflug eða eitthvað svona, eins og til dæmis í Komodo sem þú varst að segja, þar sem að drekarnir búa. Ég var svo til að fara og sjá þá. Það er geðvægt og það er hægt að fara í ótrúlega flottar svona siglingar þarna, þú veist, það sem maður getur siglt í nokkra daga bara og stoppa, þú veist, á Komodo svæðinu þar sem drekarnir eru og svona fara að snorkla, þú veist, það er svona hægt að sjá hvalháfa þarna líka á ákveðnum tímum. Draumur minn. Já, andjóks, þetta er sko Þetta er erfitt að vera með svona marga drauma. Ég held í öllum þáttum bara mér langar svo ég bara veit ekki hvað að gera við mig hérna. Já, en Indonesia er allavega vinsælt. Það er vinsælt, en samt partur af henni sem eru held ég mjög vanmetnir af því að margir hugsa bara Bali og það væri hægt að vera á Bali í marga mánuði og ekki leiðast, sko. Þannig að þú veist, þetta er svona spurning hvað maður vill. Mér fannst maturinn, ég var lítið að smakka eitthvað svona local, authentic Indonesian svona mat. Ég var svolítið að fara og fá mér the smoothie bowl og þetta típiska svona, allt svona litríkt og ferskt og bara svona Instagram vibe eitthvað og hvað er gott. Ég var alltaf að leiðin að vera ókslega menningaleg þegar ég var á Bali en svo var ég bara eitthvað a smoothie bowl, thank you very much. Yes, for the 6th time í vikunni eða eitthvað. Það er líka bara partur af sérmannum, skilur þú veist, það er allt annað bara einhvern veginn svona svo svona myndrænt og næsa og svo en smoothie skál ég er samt, þú veist, eins og Sumatra, Jakarta, það er svona svæði þú veist, í Indonésiu með lengra vestur ég er til að sjá það líka Borneo og svo órangútana þarna reyndar halló það er aldrei ótrúlega slóðir, krakkar. Já, Borneo og Sumatra hinnar báðar náttúrulega ótrúlega góðar til að sjá svona orangútan litlu apana sko eins og þú elskar fugla eins og við tókum aðeins fyrir almennilega þegar við vorum að tala Suður og með Ameríku ég dyrka apa þú gerir það mér finnst orangútar ótrúlega áhugaverðar verur og eru þarna bara í útrýmingahættu bara í friði einhvers staðar í Borneo og milli Malasíu, Indonésiu og við erum bara að taka öll trén til að planta einhverjum pálmatrjám til að búið til pálmaolíu og ég vil stoppa þetta og górulurnar í Uganda og þetta er mjög ótrúlega og babún sem mann þegar ég sá svona babún í Suður Afríku sá ég fyrst og ég hugsaði bara Tarzan þegar þeir sem hafa hort á Tarzan þegar litli apinn kemur svo koma foreldrarnir og og er að elta Jane af því þeir eru crazy apar eru geggjaðir sko. Þeir eru geggjaðir, þeir eru samt líka alveg crazy ég veit það en mér finnst það eitthvað svo þeir eru eitthvað svo ég veit ekki, mér finnst það áhugaverðin fuglar það er alltaf mitt teik ok anyway sko, við erum alltaf komin svona aðeins í að tala útránar slóðir núna í Asíu af því að sko
og það svona hefð fyrir því að við tölum líka aðeins svona undurveraldar og þetta sem að við erum svolítið hrifnar af Jú. og það nú tvö þannig í Asíu þannig að ég myndi nú kannski seint segja að það væri eitthvað ótróðnar slóðir þetta eru bara örgulega með mest heimsóttu ferðamannastöðum í heimi en þetta samt svona einhvern veginn ekki það fyrsta sem mann dettur í hug ef maður ætlar að fara í Asíureisu eða eitthvað svona Þeir eru 3 Já, auðvitað ding, ding, ding. Þeir eru 3, já Við vorum aðeins búin að tala Jórdaníu Já, Petru. Petra Já. í Jórdaníu En svo náttúrulega Taj Mahal í Indlandi og Kínamúrinn í Kína Já, einmitt En já, mér finnst alveg Indland alveg svona Mér finnst það alveg smá vannmyndi líka allavega svona á Íslandi sko Sammála Já Ég mjög sammála Ég sko, við höfum báða að fara til Indland Báða sér Taj Mahal Já Og ég fór seinast bara til Indlands í fyrra Já skilur og það búið að vera bucketlistanum mínu lengi og enginn skildi af hverju nema þið já, svona, ég skildi maður það er svo gott að mæta skilning hérna í vinnunni en þú veist, og nú er ég búin að fara sóló út alla trissur, ég hef búin að gera bara, þú veist, fara alls konar staði en ég var hann sko stressuð að fara til Indlands, ég vissi nákvæmlega hvað ég var að gera ég hef búin að plana það sjálf, ég hef búin að senda fólk þangað sjálf áður þegar ég ætla að fara þangað en allir í kringum mig voru svo stressaðir fyrir mína hönd og ég var bara svona hvað er í gangi? Og það var bara þegar ég var að fara til Indlands og það er bara eitthvað svona ákveðin fyrirfram hugmynd Indland sem að einhvern veginn, ég veit það ekki, ég litaði pínu svona, ég var bara að fara í flugi og ég var bara svona af hverju er ég, þú veist, ég verð sótaflugvöllin, ég veit alveg hvað ég er að fara að gera en einhvern veginn bara, mamma var bara Nei, það mást ekkert fara þangað ég var bara, ég er fullorðinn ég ger það sem ég vil, skilur Já, ég er alveg sammála, það er alveg smá svona stimpill á því, sko Mér finnst það leiðilegt En já, mér finnst það líka, af því að þetta er alveg sko, partur af því sem að fólki finnst svona hljóma ekki spennandi er samt svona það sem mér finnst líka að vera svolítið svona sjarmurinn við það, þú veist, það er bara einhvern veginn svona hvað þetta er svona, ég veit það ekki, bara svona þetta er bara svona, fyrir öll skilningavitin mjög svona intense, skilur þú veist, það er bara einhvern veginn það er svo penn leið að segja Já, en ég meina það, þú veist, hljóðin bara, þú veist, lyktin maturinn, þú veist, allt þetta einhvern veginn, en þetta er samt myndi ég segja bara jákvætt, skilur Mér finnst það opna augun svolítið mikið þú svona víka söndaldarhingin mér finnst sko, eins og segir bara litadýrðin og menningin er náttúrulega enn og aftur, þarna erum við með land sem er með frekar einstaka menningu sem kemst næst í kannski Sri Lanka en það er rosa mikið frá indverskri menningu Indland er huge Já, það er mjög fjölbreytt risa stórt land og ótrúlegur mannfjöldi og bara rosaleg saga líka þar þú veist þannig að mjög erfitt að alltaf einhvern veginn að alhæfa svona rosalega stóra þjóð en mér fannst, ég einmitt sammála, þú veist, það voru allir bara eitthvað var ekki vond lykt og fjast ekki magan og var ekki mikið rusl og var ekki, og þetta var allt svona í staðan fyrir bara eitthvað svona vá, sástu ekki fallega byggingar eða var ekki litadýrðin mikil eða hvernig var fólk, eitthvað svona það var leiðilegt sko, að því ég kom heim og var bara eitthvað, vá þú veist, jú, það var hellingar rusli út allt og jú, það var alls konar þú veist, þetta var bara svona öll flóran og mér fannst það svo heillandi Já, ég held að maður væri kannski seint að fara til Indlands til þess að þú veist, vera í einhverjum ógeðslega hreinum þú veist, einhverju resort eða, ég menn það eru kannski þannig staði til en það er svona fæstir sem fara þangað kannski fyrir eitthvað svoleiðis, þú veist, maður er náttúrulega kannski svolítið að sækjast í ævintýri og eitthvað svona öðruvísi og pínu svona menningarsjokk og fyrir það þá myndi ég alveg segja að þetta væri mjög vannmeti land sko og bara það eru margir hrættir við að fara þangað sem ég skil alveg en þú veist það er samt, já, ekki vera hrætt Nei, ég er á því sko og þú veist eins og ég fór bara í svona gamla góða hópferðin þú veist, ég var bara frá einn og var bara með gæt og hópi og var bara búið fyrirfram plana hvert við vorum að fara og ég var bara með rúturnar reddi og hótelin og eitthvað og bara Taj Mahal geðveikt og bara þessi forts, hvað er það á íslensku? Virki Takk, svo gott að hafa þú veist, öll þessi, virki og byggingar og litirnir, ég fór í Indlandi, ég var í Agra og við fórum með hópnum eitthvað að borða kvöldi, vorum að labba tilbaka á hótelið og ég labba fram hjá brúðkaupi indversku brúðkaupi og þau buðu mér inn
og ég var eins og Taylor Swift. Ég var í stóð í myndatöku í hálftíma í einhverju random brúðkaupi og þau voru öll bara wow, bara velkomin eitthvað og ég var bara, og það var svo vingjarleg og það var svo krútlega og svo áhugavert að vera þarna og sjá hugsunarháttinn, einhvern veginn, hvernig brúðkaupin eru og hvernig, og ég man að gætin okkur að sína okkur hérna að það eru maka-auglýsingar í blaði. Manstu ekki eftir? Þá voru við bara, ég var að lesa, ég fekk bara fréttablaði og hann var að sína okkur í rútunni hvar eru maka-auglýsingarnar og það var bara eitthvað, ég er 37 ára gamall maður, ég er með verkfræðigráðu, mig langar í góða konu sem, eitthvað sem, þetta var bara eitthvað gett grunnukið og eitthvað, og þetta var, mér finnst svo, þetta er svo spes, þetta er svo áhugavert og eitt af því skemmtilegast sem ég gerði í Indlandi var að krassa eitthvað brúðkaup skilur, að því að svo er svona illatölu enska þeir byggðu mér að borða þarna og ég var ekki ein, það komu alveg 3 með mér úr hópnum sem voru svona fullori fólk, svona bretar þau voru bara eins og foreldrar mínir og þau sko, bara myndirnar og allt endalaust og þau, ég held ég er bara einhver heiðursgestur þarna undir lokin sko þannig að mér fannst Indland bara sjúklega spennandi og skemmtilegt. Já, það er mjög skemmtilegt, en ég mæli samt alveg með að vera í einhverju svona hópa. Já, mjög þægilegt. Alla þegar maður fyrir fyrsta skipti, því að þetta er alveg smá svona, Mér langaði líka bara, þarna var ég í kringum Delhi og Jaipur, Bleikaborgin, ógeðslega flott torgin og ég fór í Bollywood bíó. Já, geðvitt. Ógeðslega fyndið. Ég hélt ég er ekki eldri í Bollywood bíó, ég var að horfa á eitthvað mynd og ég bara þetta er svo stórt að þetta er svo fyndið og skemmtilegt og mér langar alveg smá, mér langar núna að prófa suður Indlandi, því það er alltaf meira. Já, og þú veist fara hana norður líka Himalaya-fjöllin og eitthvað, þú veist, það er svo mikið hægt að gera annars sko. Það er alveg hægt, skilur, og það er bara hérna, ef fólk er forvitið það, þá er mitt svona hópaferðir og svona sjúklega þægilegt til þess að fá að sjá og upplifa þetta og bara líða vel með það, þú veist, ég skil alveg fólk að vera hikandi einhvern veginn innland, þú veist, það er svona en þetta er ótrúlega merkilegt og áhugavert land á mínum mati og hérna væri gaman að fólk myndi nú slá til og kíkja heimsók. Já, svo er það hérna Kínamúrinn sem við vorum að byrja að tala það er hérna, það er nú annað land sem er nú bara eins stórt og heimsálfa nánast, þetta er alltaf stórt þetta er svo ómögulegt verkefni en samt sko, mér finnst bara mér finnst Kína líka vera svona, það er aðeins að stækka svona vaksa í vinsældum núna síðustu misseri finnst mér, að því að fólk er svona þú veist, alltaf að horfa til Japan og eitthvað sem er náttúrulega æði, en Kína er líka svona, langar að koma því frá mér sko, það, ekki gleyma því sko, því að það því það er líka á mörguleiti mjög vanmetið land að mínumandi sko. Það er náttúrulega, já, við erum búin að fara yfir allt, þú veist, þetta er risastórt, ógeðslega fjölbreytt, það er bara allt þarna, en þú veist, mér finnst Kínamúrinn vera alveg svona eitt af svona mest svona impressive einhvern veginn undrum veraldar sem ég hef séð, af því að hann er galið stór, þú veist, þetta er bara svona, maður getur ekkert átt að segja á því hvað hann er stór fyrir að maður er þarna, sko. Þú veist, hann er bara, þú veist, þetta er heldur lengsta mannvirki í heimi og ég las aldrei að ef að þú ættir að labba hann allan, þú veist, það myndi taka þig svona 1,5 ára eða eitthvað. Já, þetta er alveg galið langt. Sérst hann ekki úr geimnum? Ég veit ekki hvort það sé satt, en en ég verð að hætta TikTok. Nei, hann ætti að sjást í geimnum því hann er huge. Nei, en ég fór hann byrjaði mína ferð í Peking sem er bara svona náttúrulega risastór borg, en alveg ef maður hefur gaman að sögu og svona mjög áhugavert og svona alltaf svona kommunista ríki skilur alveg margt svona sérstakt og skemmtilegt að sjá en þaðan er bara svo auðvelt að fara þú veist upp að Kínamúrnum og maður getur náttúrulega tekið bara svona mjög þægilega bara svona dagsferð eitthvað svona eins stutt og maður kemst skilur ef mann er ekki að keyra mjög langt en ég myndi alltaf mæla með að fara aðeins lengra út úr Peking til þess að komast þú veist aðeins á svona aðeins minna farnastaði á múrnum af því að það eru svo ótrúlega margir staðir þar sem maður getur farið sérst, upp á hann og þú veist inn en ég myndi alltaf mæla með að það er þess virði að sitja þú veist 2 auka tíma í bíl eða eitthvað til þess að komast að því að það sem ég fór það var engin þarna þú veist við vorum bara eitthvað 2 að labba múrnum það er svo cool. Já, og maður fekk svo mikið svona bara oh my god hvað við erum eitthvað lítill og auðmikið eitthvað að því að maður leið í Amazon já, þetta er bara þannig þú veist, þetta er bara svona maður fær svo mikið svona, það er bara hvert sem þú horfir bara,
þú veist, saman hvað átt þú horfir auknin, þá hann bara þar, þú veist, hann bara alltaf eitthvað svona bara á sjóndeildarhringnum bara lengst í burtu. Shit. Já, þetta alveg klikkað og náttúrulega bara svona að hugsa hvað líka langt síðan hann var byggður og eitthvað, þú veist, þetta alveg... Þú veist ekkert með hvenær hann var byggður? Nei, hvað heldur ég muni það? Ég veit ekki, þú ert svo klár. Ég veit bara það langt síðan og ég bara... Þú veist, mér langt síðan ég fór í hádegismat, Já, en þetta lengra síðan en það. Þetta alveg mjög langt síðan. Þannig að, já, en svo líka bara fullt af flottum borgum í Kína, þú veist, það mjög þægilegt lestakerfi hana. Það eftir að taka svona hraðalestir á milli, svipað í Japan. Já. Eða stutt innanlandsflug, náttúrulega líka. Já. Þannig að ég mæla alveg með að, þú veist, skoða eitthvað svona að búa til bara gefa sér smá tíma í Kína, þú veist, að því margir taka kannski Peking og stoppa í 3 daga bara rétt til að sjá múrin, skilju, en bara svona taka sér smá tíma og taka, þú veist, einhverja nokkra borgir, þú veist, það að fara til Chengdu og skoða pöndur, þú veist, mér langar ógeðslega mikið að gera það næst. Það líka eitthvað dýr sem ég gæti alveg, sko, það svo vittlausar. Já, það svo sætar, en já, það væri ekki gaman að sjá eitthvað svoleiðis svona, pöndu svona atkvarfið eða eitthvað þannig og svo hægt að fara náttúrulega út í náttúruna líka þó þetta sé kannski ef maður ferðast með lestum en maður náttúrulega svolítið bundin við stóru borginnar. En það afsaka ég sé að hoppa inn í Avatarfjöllin. Já. Það ekki Hallelujah Mountains þannig í Avatar-bíómyndunum? Það tekið úr einhverjum fjöllum í Kína sem víst alveg hægt að taka bara svona eins og dagsferð eitthvað staðar. Já, það hægt að taka dagsferð. Ég myndi samt alltaf taka lengri, ég myndi alltaf taka kannski hótel eitthvað staðar annað við af því þetta alveg þjóðgarður sko. Maður getur alveg tekið nokkra daga og farið inn í þjóðgarðin og tekið, þú veist, göngur og þú veist, það líka svona kláfar annað til þess að ferast og eitthvað. Þannig að já, þetta ótrúlega flottur staður og svona spes náttúru eða svona spes landslag. Já. Ég ætla ekki að reyna að segja hvað þetta heitir samt. Þetta eitthvað svona, já, þetta eitthvað svona Shanjinji. Já, sko reyndir það samt. Já, ok, ég ætla ekki að reyna það vel. Já, Avatar Mountains. Já, ég nefnilega félagi minn sem ég var með í ferð í Suður Ameríku fyrir 2 árum. Við erum vinnir á Instagram ennþá. Ég elska það líka að ferðast. Já. Það bara þú veist, ykkur breskur dúti ég skilur, allt fólki sem maður hittir á leiðinni og þú veist, stelpan sem ég var með frá Nýja-Sjálandi, eitthvað svona elska þessi tengsl sem maður gerir en burtséð frá því, þá ég með Instagram og hann var með í Kína og ég búin að fylgjast svo mikið með því að ég bara nú hef ég aldrei farið til Kína og það hefur aldrei verið eitthvað svona geðveikt hátt á listanum hjá mér en hann var í bara mjög flottri ferð í Kína og lúkkaði geðveikt og ég var alveg oft bara þetta Kína? Og ég var svona, nú hann farin eitthvað annað, þú veist, nú hann komin í eitthvað annað land. Nei, hann var í Kína allan tíman og ég var bara, hann var mjög lengi og svona ferðaðist bara svona gaf sér tími það og þetta búið að vera mjög skemmtilegt að fylgjast með honum, hann bara nýkomin heim. Þannig að ég orðin svona pínu svona, veit ekki. Það ætti að vera ofalega á listanum. Já. Já, ég skal setja það herra fyrir þig. Ég hef eftir að fara aftur sko. Þetta svo mikið sem maður eftir að þetta er svo mikið first world problems á þessu heimili. Rosalega. Það ekki hægt. Sóla. Rosalega. Já. Já, þetta ótrúlega slóðir svo sem en ég meina, vonandi erum við að koma með eitthvað svona pínu þú veist, innsýn inn í kannski aðeins óhefðbundnari áfangastaði. Já. Skilur? Já, ég myndi alveg segja að menningin í Kína, hún alveg öðru sig en við höfum ég hugsa reglulega í alvörinu söguna sem þú sagðir í, ég held að vera fyrstu serju í 4. þætti eða eitthvað, ég man ekki þú veist að segja frá því þú dast á hjólinu í Kína og það var allir að reyna að knúsa þig og taka upp eða eitthvað svona. Já, það var ég sé þetta fyrir mér svo reglulega kannski var bara með fyrsta þættinum, ég man það ekki, ég mæli mig að hlusta á það, ég allavega ég mun aldrei gleyma því. Já. Ég mun aldrei glemma því. Ég vil ekki segja það á sögu hér. Þið verðið bara að fara að hlusta á hana. Já, förum ekki meira í það. Nei. Sko, svo eitt landi viðbót sem að mér langaði að minnast á. Sem ég hef reyndar ekki komið til sjálf en ég hef búin að senda alveg svakalega marga þangað og búin að, og náttúrulega margir sem að vinna með okkur hafa farið og svona. Já, ég veit hvað það fyrir að segja. Já, það Sri Lanka. Þú veist, aðeins búin að nefna áðan en mér finnst í hvert einasta skipti sem ég sting upp á Sri Lanka við fólk að þá segja allir eitthvað svona Sri Lanka? Já. Eða þú veist bara eitthvað svona, mér var ekki búið þetta í hug eitthvað. En þetta í alvörinni svo góður áfangastæður fyrir svo margt og að því ég var nú með smá rant Bali áðan eitthvað svona það sem ég var að tala hvað það væri fjölbreytt og það hægt að gera allt annað, þú veist bara honeymoon, fjölskylduferð, bakbókaferð, þú veist Sri Lanka nákvæmlega þannig. Já. Þú veist, þetta bara lítil eyja, stuttar vegalengdir og það allt annað. Þú veist, það hægt að skipuleggja
ótrúlega menningarlega ferð þar sem þú skoðar alls konar hof og þú veist, skoðar bara, já, alla söguna og allt sko, en svo er líka hægt að fara bara í náttúruferð þar sem þú ert bara í safari, þú veist, þú getur bókstaflega að fara í safari í Sri Lanka. Sé bara hérna fíla og tígristýr og alls konar. Já, þú getur verið bara einhverjum safari jeppa bara. Já. Fólk held ég fattar það ekki. Nei. Og svo fyndið að ég við erum held ég einu hér á þessu heimili sem höfum ekki farið til Sri Lanka. Já. Mér finnst það alveg enn og aftur. Svolítið leiðilegt. En ég er búin að samfæra svo marga um að fara til Sri Lanka og vinafólk okkar sem ætlaði til Kína. Nei, Kína, við erum bara að tala svo mikið um Kína. Thailands. Já, Thailands, já. Of course. Það ætlaði til Thailands hérna núna jólin, í síðustu jól. Já. Og ég bara, nei. Sri Lanka, krakka mínir. Já. Ég hef vel gert þetta alveg oftar en einu sinni þegar fólk eitthvað pæli Asíu við jólin eða svona eitthvað, þú veist, svona jólafrí með fjölskyldinu eitthvað og er að pæli Thailand eða kannski eitthvað svona Bali sumarið einmitt þetta típiska svona, þá er ég bara, heyrðu, kallið minn, varstu búin að heyra Sri Lanka og ég er búin að fá bara, þú veist, mamma vinur mín svona sem að fór síðustu jól, hún bara geðveikt, hún var bara, Rebecca, þetta var geðveikt bara, takk fyrir að, þú veist, segja okkur frá þessu af því þú veist, það er einhvern veginn ekki on people's minds að Sri Lanka sé svipaður option. Nei, það er náttúrulega líka stittra, þú veist, ef þú vorst að hugsa eins á Bali, þetta er sko alveg á svona öfugum veðurtíma, þú veist, þannig að þegar það er ekki gott veður í Bali, þá er alveg mjög hentugt að fara, þú veist, eins og yfir jólin til dæmis og það er miklu stittra ferðalag, þú veist, heldur en alla leið til Bali. Getur ekki 2 flug til Sri Lanka, sko? Já, getur nefnilega gert það, þú veist, þannig að þetta er bara, já, þetta er the perfect place, heldur. Þú þarf 2 flug til að fara til LA. Já. Hvort, þú veist, halló, Sri Lanka. Halló. Já. Það er bara, ég held áfangastæði sem að það sem við getum farið í 2 flugum, það er bara gefin ekki gjald, sko. Já. Því annars er allt 3. Já. Nei, það er algjör lúksus og það er alveg eins og ég segi, bara einhvern veginn sama hvað, þú veist, hverju þú ert að leita af, þú getur einhvern veginn fundið einhverja leið til þess að gera það þarna. Það er mjög mikið surf þarna líka, mjög mikið af svona yoga retreats líka, þannig að þetta er svona, nú er ég ekki að segja þessi eins og Bali, og þetta er ekki eitthvað svona komið staðið fyrir Bali, en þetta getur verið bara svona, ef þið langar í eitthvað pínu, öðruvísi, pínu svona... Ég myndi setja þetta svona hlið við hlið. Já, svona svipuðum flokk en samt svona eitthvað aðeins annað en Bali, eða bara ef það hendar ekki, þú veist, tímalega séð og svona, að þá myndi ég klálega segja Sri Lanka, sko. Já, ég er búin að vinna hörðum höndum að ég að samfæra fjölskyldur mína Sri Lanka. Kemur að því. Já. Bíti bara. Samfæringarmátturinn minn er bara rétt að byrja, þannig á þessu heimili heima. En sko, mér langaði líka að koma aðeins inn að Malasíu áðan. Já. Þú veist, hérna hjá Indonésiu, orangútana, þú veist, það er líka, þú veist, Malasía. Já. Malasía, krakkar, skilur. Það hérna helling hægt að gera þar líka, sem er ekki bara borgarferð til Kuala Lumpur eða millilending inn á milli eitthvað svona. Þar eru þjóðgarðar og orangútar og fullt af geggjað flottum bara svona þjóðgarða, náttúru perlferðum. Já. Það sem að fólk sem hefur áhuga á slíku gæti líka verið að fara, það þarf ekki alltaf að fara í sama þjóðgarðin í Tælandi, skiljiði. Nei, ég myndi líka að segja að þar væri svona, ef þið langar í svona alvöru, mjög svona authentic og bara svona basic, þú veist, ég veit ekki hvernig að lýsa það, bara svona... Hvernig er authentic og basic? Þú veist, bara svona, hérna, það er engin annað, skiljiði, eða þú veist, þetta er alveg bara svona, það er mjög rólegt þarna, einhvern veginn, á þessum stöðum, þú veist, þannig að það eru ótrúlega flottir bara svona hidden gems, þú veist hvað maður segja, svona faldar perlur sem eru þarna. Eyjar og eitthvað. Þú veist, Malasía borderar við Tæland, skilur við, þannig að væpið, ef þú veist, í söðu Tælandi og ætlar að gegnum Malasíu, þú veist, það er enginn að segja að við séum bara komin í einhvern annan heim, þú veist, þetta er bara sami sjórinn. Hann að hérna Malasía gleymist, sko. Já, hún gerir það. Já, og oft, ég ætla að segja, Filippseyjar. Já, Filippseyjar sama, já. Það er einhvern veginn allir bara, það er svo margar eyjar, það er svo mikið bras og eitthvað svona, ég er alltaf bara, wow, it's worth it. Eða alltaf, ég er nýkomin þann. En ég er búin að vera mikill talsmaður Filippseyjar þegar ég kom heim. Já. Alveg í gríð og erg, sko. Og hérna, mér finnst það algjörlega þess verðið, það var ekkert mál að taka 25 mínúna flug á einni eyju yfir næsta. Það er bara, hvað ætlar að sitja í 3 eða 4 tíma í rútu eða fara á flugullin 20 fyrir flugið 25 mínútur og skilur þetta kemur eiginlega út á því sama en fólk er bara svona oft miklar þetta fyrir sér því að þetta er flugvél. Já. En þú veist, ég var eiginlega ekki komin í lofti þegar hún var farin að segja vinslega spenni vellinu, við erum að fara niður eitthvað og við vorum bara þú veist, þannig að þetta er sjúklega flott líka að vera eins og ég kom inn á þarna í fyrsta þættinum svolítið. Já. Þegar var
Já, þannig að ef ykkur langar í eitthvað öðruvísi en Thailand til dæmis að þá getur verið Malaysia og Malaysia og svona svona prófa eitthvað aðeins öðruvísi. Þetta rosa mikið, við erum búin að rosa mikið taka fyrir svona Suðaustur-Asíu, skilur, þú veist, við gætum líka alveg farið inn í við tókum aðeins Indland og Kína, Japan, við erum alveg búin að Stanlöndin, Jórdanía þetta allt þarna þetta allt þarna þið verður bara að spyrja okkur ef þetta eitthvað þetta eins og sem Asía humongous en svona aðeins til þess að taka þetta saman hvað spurningar færð þú svona oftast Asíu? Asíu, mér svo fyndi að við séum bara eitthvað bara alla heimsáluna, hvað spurningu? Ég finnst ég eiginlega alltaf fá þessa svipu svona eitthvað með ferðamátan þú veist, hvernig ég að fara með til staða og eitthvað svona, það alltaf, fólk pælir alltaf í því bara hvernig best að gera þetta og þú varst náttúrulega að segja innanlandsflugin bara mælum við því easy peasy, svo eru bara lönd eins og þú veist, og við erum búin að tala ferðamátan eins og í Japan og Kína, þú veist, það eru lestar það eru næturlestar, það eru rútur og næturrútur og og bátar, það er náttúrulega meirum eyjar í Suður-Asíu, Suðaustur-Asíu þú veist eins og í Tælandi og Vietnam og Bali og Indonésiu og allt þetta. Bátarnir mjög fínt að bóka, easy að bóka. Ég verða viðurkenna, Tælendingurinn töluvert betri að skipuleggja bátsferðir og rútuferðir heldur en til dæmis á Bali. Já, það? Það var algjörlega mín upplifun, sko. Ég var á eyjunum í Tælandi og þurfti að taka bát á meginlandi, þurfti að taka rútu upp til Bangkok og eitthvað og ég bara mæti í rútuna, báturinn bara on time, ekkert mál, easy peasy, allir einn, eitthvað. Ég kem af bátnum og það er bara svona rútuskýlið og allt eitthvað og ég er búin að kaupa rútu og síni miðan minn og ég fæ bara límmiða á bringuna. Og ég var með gulan þríhyrning og svo var gulur þríhyrningur á töskuna mína og svo voru allir hérna í sömu röð og farið sömu rútu en svo voru eitthvað með bleikan hringlímiða, bláan kassa, þau eru sko að flokka fólkið og farangurinn eftir því hvar fólk fer út úr rútunni. Þau eru svo með þetta. Og ég var bara eitthvað svona, fyrst var ég bara, og maður bara setur eitthvað limma á mig og ég var bara, og svo þegar lítir kringu þau og ég svona kveikt á perunni þess að hann var enginn að segja neitt, skilur. En þetta var mjög áhugavert að síðan fara í mjög langa rútuferð og sjá bara, þetta gekk svo smúð. Ekki svo lesi Bali. Nei, ok. Nei, það var ekki alveg, það gekk alveg, það var ekkert eitthvað, þú veist, en það eru bátar á báðum stöðum. Já, við þurfum ekkert að fara út í bátsferðina mína á Bali. Nei, ok. En þú veist, það virkar. Já. Og bara, ferðamátin svona þægilegt að bóka og bara frekar easy, sko. Já. Þetta líka orðið svo easy í dag, þú veist, það bara komið svo mikið af svona síðum þar sem maður getur bókað þetta á netinu og þú veist, þegar ég fór fyrst til Thailands það var ekkert svona, þú veist, ég var bara eitthvað, mætti bara á ferjustoppið bara eitthvað, já, 1 miða, takk. Já, þú veist, það var ekkert svona hljómustundum, eins og þú að vera að ferðast bara 1980. Nei, ég meina það var ekkert svona mikið svona eitthvað. Nei, mér varst ekki. Hvað fórst þú? Manstu það? Nei. Ég var það 2019. Já, kannski var ég bara ekkert að fylgjast með. Ég fór bara. Nei, en það er alveg ennþá hægt held ég líka, skilur. Já, ef maður vill vera bara eitthvað svona. Kannski vilt þú bara gera þetta old fashioned way. Já, ég var svolítið bara eitthvað svona wing þetta, sko. Ég var ekkert mikið að plana. Nei, ég er svolítið skipulags svona. Alltaf á síðustu stundu, en að skipulegja svona, ég vil hafa. Já. En sko, mér finnst líka alveg verðt að nefna að því að ég fæ oft spurningu svona gjaldmiðla og oh my god, já, ég líka, það er mjög góð punktur. Asía, sko, margir eru náttúrulega að fara í einhver svona Asíu-reisu og eru kannski að taka, þú veist, mörg lönd og það er náttúrulega sikkur gjaldmiðlinn í þeim öllum, bara öllum. Þú veist, þannig að það er alveg smá svona, já, maður þarf aðeins að komast inn í þetta, læra á gjaldmiðlana og hvernig, þú veist, það er náttúrulega bara best að vera með app til þess að láta þetta skipta fyrir sig. Svo, erstu maður að síma, í iPhone-um, ég ætla að sína bara. Já, í reiknivélinni. Í reiknivélinni iPhone er bara hægt að breyta og íta currency, þá kemur bara svona currency converter, bara svona gjaldmiðla breyti reiknivél. Við fýlum það, því að við viljum ekki öll þessu upp, sko. Nei, ég fór til Philips á Singapore og það var 2 lönd, ég held ég að við verum með eitthvað 4 nýju upp, 5 og ég hafi stelpina bara downloada þessu en hérna reiknivélinn, currency gaurinn. En svo er bara ekkert mál að fara í hraðbanka og ég mæli bara ekki með að vera að taka ekki vera að taka eitthvað allt og mikið pening út og vera með á sér bara eitthvað ógeðslega mikið pening, þú veist, það er bara
alltaf hægt að skipta ef maður með dollara eða eitthvað og svo bara farið hraðbanka. Svo ferða eftir löndum, ég meina, við þurftum bara alltaf að vera með kassi í Filippseyjum og meðan ég borgaði allt með Apple Pay í Singapore. Og svo var oft eins og þegar við vorum með hópi eða eitthvað locals, og gott við bara sagt, við erum að fara þess að segja, það ekki hraðbanki þar. Munið bara að finna hraðbanka núna áður við fyrir þangað eða eitthvað svona. Og að vera með þetta currency dæmi, bara dæmi það, gjaldmiðlinn var svo allt annari Filippseyjum heldur en í Singapore. Það rugglaði svo í rýminu að fara einu yfir í annað, skilur. Þannig að það var allt bara einhvern veginn geðvægt ódýrt í Filippseyjum en það kostaði samt eitthvað, tölutur meika einhvern veginn ekki sens. Ég gleymi ekki því ég fór og var í Tælandi og keypti eitthvað á 500 baht eða eitthvað, ég man ekki, og það var eitthvað, ég man ekki, baht á 2 krónur eða eitthvað svona, þú veist, það var 1000 kall eða svona. Fer frá Tælandi til Japan, maður alveg bara tala svo mikið, fer frá Tælandi til Vietnam og þar fer ég í búðina og þar kostar eitthvað 1.000.000 dong. Já, þetta nefnilega ekkert grín, sko. Þá var ég bara, you've lost me there. Þú veist, kostar þetta 1.000.000, þetta 20. En það nú hægt að undirbúa sig aðeins og bara gera smá heimavinnu fyrir eða þetta. bara appið. Eða bara vera með appið, farið hraðbanka. Ég svolítið að vinna með það þegar ég mæti á flugvillina að skoða svolítið bara með við eins og bara kaffi. Hvað kostar kaffi? Þegar kaffiballi kostar 200.000 dong, þá bara, ok, gjaldmiðlinn hér way up there, skilur. Þetta er svona, þetta allavega eitthvað sem maður þarf að pæla í. Þetta líka eitthvað sem gleymist, eða þú veist, það engin eitthvað svona, ég kynna mér gjaldmiðluna í þessum löndum hérna sem ég að fara að heimsækja eitthvað. Nei, ekki þú allavega, þú ert alls ekki, sko, alls ekki. Jæja, herðu, þetta allavega held ég bara þessi yfirferð sem við náum í dag. Bara komið gott. Að fara yfir Asíu bara eins og hún leggur sig. Vá, já. En við náttúrulega bara hvetjum ykkur til að halda fram að hlusta og við eigum eftir að, það eru ykkur þættir eftir, við eigum eftir að fá fleiri gesti. Það eru gestir að koma til að vera næsta þætti. Já, þannig að við, það er nóg eftir, sko. Já. Og bara eins og alltaf, bara fylgja okkur á samfélagsmiðlum, fylgja podcastinu, Spotify, Apple Podcast, senda okkur spurningar ef þið eru með spurningar. Já, það var alveg gaman að ná að taka inn eitthvað svona. Já. Eitthvað spurningar á Instagram ef eitthvað þú veist. Þá getur við svarað í, þú veist þar eða hér eða eitthvað. Og ef þið eru í stuði á þessum fallega fassara, má alveg reyta podcastið á Spotify, skilur, það var ekkert leiðilegra. Já, það má. Að hendi eins og dæmi 5 stjörnur, eða eitthvað svoleiðis. Bara, þetta er hugmynd, bara ég ætla að kasta þessu til kosmosi, sjá hver grípur. Já, flott. Takk. Flottur. Já, þá held ég bara að segja þetta gott í bili, eða ekki? Jú, ég held það. Takk fyrir í dag. Takk og bless. Sæla sinni.